Jæja, gott kvöld, góður áhorfendur. Við erum velkomin á þetta beina útsendingu á þessu strími hérna í Tier 1. Þetta mun vera keppni númer 12 af 19 minnum mig. Það ekki? Nei, 12 og 17 í hérna Tier 1 í fjórða sísoni GTS Iceland. Með mér situr hann Birgir Júlíusson. Blessaður Birgi. Sælur, blessaður. Ég bara eitthvað að koma með fyrir það. Já, að gera. Allir alveg skjálfandi spennandi yfir þessari keppni. Já, það einhver skjálfti á brautinu, skils mér. Já. Við erum strax komnir með komment á YouTube hjá okkur. Eva segir halló Biggi, remember me? Já, auðvitað. Svo biður hún að... Sumleiðis, I remember you. Nákvæmlega, og svo biður hún að fá að heyra vel í bílunum. Gaman að fá að vita hvort það heyrist vel í bílunum núna og hvernig það heyrist í okkur. Hvort það ekki allt í góða standi ennþá. Ég held það allavega. En? Já, ég held að við séum bara á réttri leið með þetta. Já, það held ég líka. Það fín tjúna þetta. Já, mér líður hannig sko. En, tölum aðeins þessa keppni. Það sem sagt í gangi núna að þetta seinni af tveimur Group 1 eða LMP1 keppnunum sem að Tier 1 tekur. Fyrri keppni var náttúrulega seinasta keppni fyrir jól og það var á Le Mans þólakstri, 2 tímar. Og núna erum við í rauninni að keppa í fyrsta skiptið í Gran Turismo eftir nýjasta update sem kom í gærkvöldi. En það update breytir svolítið pit tímalengdinni, þannig að það sem að tók vanalega í þessum leik einhverjar 7 sekúndur að fara inn í pit og skipta dekk og út aftur. Það núna að taka alveg sko frá 14 upp í 18 sekúndur og í sumum brautum alveg hálfa mínútu sko, þannig að... Já. Það eins gott að þú klessir ekki bílinn eða skemmir fyrir öðrum, það geti kostað svolítið. Já, það kostast töluvert meira núna heldur en hann gerði í gær. Já, þetta bara tími sem tekur að fara að keyra af dekkjastoppinu sko, svo þetta eftir að setja dekka og bensín á bílinn sko. Nákvæmlega. Skils mér sko. Já. En það ekki verið allt ljós í kvöld, það þurfa allir að pitta einu sinni að minnstakosti, þannig að við bara vonum að sjá hann, en þetta mun ekki hjálpa strákunum í tímatökunum, þar sem að flestir stoppa á allavega einu sinni ef ekki stundu tvisar og setja fresh dekk á bílinn. Já, akkurat, þess að þeir eru með lítið bensín og gott grip, á betri tímum. Þannig að á þessum bílum þá skiptir sko, dekkin skipta snarltilega í máli, en bensín skiptir gríðarlegu máli. Já, þetta eru svo létti bílar fyrir að... Já, og þeir eru rosalega snöggir án bensíni sko. Eins og ég man þegar við vorum að keppa þarna á Le Mans og líka þegar strákarnir í Tier 1 voru sjálfur að keppa þarna á Le Mans, er að þú þurftir ekkert endilega að pitta sko þó þú varst komið ónýtt dekk og því bílinn var svo léttur. Þú varst alltaf á undan gæða með glæni dekk sko, og á fullum bíl sko. Já, ég vil bara afsaka fyrirfram ef ég verði eitthvað hóstandi hérna í mækinn. Ég er búinn að vera smá lasinn í dag, þannig að bara svo þið vitið að því. Ef ég fyrir að hósta hérna á fullu, þá reyni ég að muna eftir að mjúta á meðan. Þú lætur okkur bara vita þegar þú hættir að finna bragð og svona. Já. Geti bara fyrirfram greinti. Já, fyrir við testið bara. Já. Það er margir í pittinu núna. Ef við ekki að renna þessi yfir liðinn og ertu kannski með stíginn fyrir fram að þið? Ég er nú ekki með stíginn fyrir fram með núna, en það er nú ekki lengi gert að ná í þau á síðunni og einmitt fyrir þá sem að hafa áhuga á að skoða þetta sjálfur og þá erum við með náttúrulega heimasíðuna gtsiceland.com. Getið skoðað allar upplýsingar sem þið viljið þar, en ég skal nú kíkja á þetta og sjá hvernig stigin eru akkurat núna. En eins og
þá búið að draga frá það sem við erum komin svo langt inn í tímabilið, búið að draga frá núna 2 verstu tíma, eða 2 verstu keppnir hvers keppanda og með það, þá staðan þannig að Kári, sem er hérna í pittinu sínist mér einhvers þar, nei, hann kannski komin út á braut, já, hann komin út á braut, hann þetta. Nei, Kári út á braut. Hann hérna efstur með 210 stig. Já. Og það alveg sannfærandi bil sem hann með þarna í næsti hann Hannes sem þá hérna hann Hannes, hann næstur í stigakeppninni með 165 stig með jafn mörg stig og Jónægir Kragdöp, þeir eru báðir með 165 stig. Vel gert. Og svo Halli Björns, það var, já. Halli Björns, hann er með 164 stig, þannig að hann einu stigi undir þeim báðum, þannig að það sæti 2, 3 og 4 eru nánast bara með sömu stigin, munur einu þarna. Ok. Maður var alltaf Hannes, Halli og Kári voru alltaf skiptist fyrsta, annað og þriðja, sko, þannig að Jóna Kragdöp, hann er búinn að vinna sér svakalega upp og hann er búinn að sýna geðveikan árangur bara síðustu keppni, sko. Já, hann er búinn að gera það, hann greinilega orðinn vanur stýrinu núna, en mér skilst að hann hafi verið controller-spilari alveg byrjunin á GTS Iceland ferlinu sínum. Já, akkurat. Já, en mér skilst að Team Bigo Racing að þeir séu núna konar á Toyota og ekki á Porsche. Já. Sett keppa núna á Toyota. Hún segir hún ef það þurfa að heyrast meir í bílunum, en ég búinn að prófa að breyta aðeins stillingunum. En það var bara spurning hvort það heyrist nokkuð of lítið í þér. Já. Ég get náttúrulega alltaf líka hækka hjá sjálfum mér, sko, á móti. Ég sé að... En já, klárum að fara í stíðatöfluna. Já, ég ætla að svara honum Hilmari hérna, hann spyr... Hvað gerði Halli til að fá 16,5 sekúndur í penalty í tímatöku? Ja, allavega, ég ætla að svara Hilmari hérna hann spurði á YouTube hvort hann mætti joina lobby og horfa þar, en það mun ekki takast í þetta skipti þar sem að það er fullt grid. Það munu allir mæta í keppni í kvöld. Það búið að vera vesen að hvað var það, Halli og Skeiri þeir gátu ekki verið saman í lobby, það var einhverjir network konfliktar í gangi þar þannig að það var alltaf annarkvörð þeirra sem gat ekki verið í lobbyinu á samtíma hinn. En það er búið að finna út úr því, það er komið í lag og þar að leiðandi erum við með full grid í kvöld, allir 14 keppendur taka þátt. Ég held með þess að þetta sé, ég veit ekki hvort sé rolling start, ég held að þetta sé nefnilega grid start, sko. Ég samt þekki það ekki, ég veit ekki, ég man ekki hvernig það var í 10 með þetta. Þetta er rolling start. Þetta er rolling start, já. Ég held að þetta sé líka, ég held að þetta sé fyrsta skipti sem að tekst að vera með full grid í 10 á þessu tímabili. Já. Það er bara frábært. Ef ekki fyrst skipti, þá var mjög langt síðan. Já, það er mjög langt síðan að ég sé svona mikið af öflugum ökumum saman. Já, og ég held að ég sé að Team Bigo, Jón Valdimars og Jón Ægir, þeir hafa ákveðið að breyta bílavalinu. Þeir voru með Porschen í grúp 1 á Þorláksmeskeppninni. Þeir eru búin að skipta yfir á Toyotana, búin að nýta þar leiðandi bílaskipti sín fyrir þetta tímabil. Akkurat. Það verður gaman að sjá hvernig Toyotan kemur út fyrir þá. Já, það verður það klálega. Toyotan er rosalega snögg á stað, sko. Það er alveg, þú þarft alveg, myndi ég segja, á því að halda í þessari braut, sko. Já. Stundum alveg rosalega stopp, sko.
Rafmagni kemur rosalega hratt af stað, en aftur á móti og klárar rafmagni rosalega hratt, sko. Já, akkurat. En já, til þess að halda áfram með stigakeppnina, ég sé að hann, Guffi að henda í qualifying, þannig að meðan að þeir klára outlappin í qualifying, skulle klára að fara í stíginn. En það næstur eftir Halla í 5. sæti hann Þorsteinn Rabufans með 131 stig og í 7. sæti hann Guffi sjálfur með 121 stig og Hlynur Back to the Roots GT sem er kominn aftur í Tier 1 frá með seinustu keppni að hann er með 121 stig líka, þannig að Guffi og Hlynur eru með jafn mörg stig. Og þar Hvað sætti það eftir að Hannes væri í? Hannes, hann í öðru sæti með jafn mörg stig og Jóna er. Alveg rétt, já, afsakið. Herru, það virðist vera að bara allir sé að komast út úr pittunum. Allir hérna, já. Guffi með þess að Einn eftir í pittinu, það er hann Halli. Þá er bara að bíða eftir að hann tekur á stað. Já, Kári er ennþá hérna, já. Guffi flög aðeins út af hana og fór í smá keilu. Það er þetta veist. Ok, Ingi, ég ætla að prófa eitt hérna. Hvernig heyrist í Bigga núna? Og bílunum? Nei, þú. Já, það er... Herri, segðu mér eitt. Já, ég skal segja þér eitt. Já, þetta er eitthvað laggjarnar á mér. Er tímið byrjar að kanta niður á þér eða byrjar hann bara eftir að fyrsti maður fær í mér? Hvað, Timer Remaining? Já. Hann er byrjað að kanta niður hjá mér, sko. Já, hann er bara fartur í 15 hjá mér, sko. Já, meinar. Nei, það er 15, já, það er alltaf. Ekkert að því. Já, það er alltaf að gerast hér, sko. En já, höldum áfram með stiginn. Eftir honum Skúla í 8. sæti, Skúli sem sagt er með 99 stig í 8. sæti. Og þar kemur hann, Jón Valdimars herri, maður segir það. Þeir eru að heyrast meiri þér, þá bara breyti ég þessu tilbaka, svona. Þetta er eitthvað í hakki á mér, sko. Já. Guffi stendur hann sem búinn að keyra í 596 klukkutíma, 31 mínútu og 23 sekúndur. Já, það væri mjög lélegur hringur ef það væri rétt. Já, veistu. Ég veit ekki eins og hvort ég hafi einhvern veginn náð að vera með tölvuna mína kveikt á svona langt hringi. Nei, það er rétt. Er eitthvað... Já. Þetta er basically það sem þetta þýðir er að ef að þú værir í pittinum að þá væri þú að pitglitsa núna. Já, akkurat. Það er þannig að pitglits bara ekki á þeim sem við verðum. Já, það er allir komnir út úr pittinum og allt það, þannig að það gengur vel og fyrstu menn að fara að klára fyrsta hring í tímatöku. Já. Það er spurning hvort við getum klárað eldsnögt að fara yfir stigatöfluna með hann. En það er Jón Valdimars, hann er í 9. sæti með 79 stig. Og svo 10. og 11. sæti, það er Kjassi og Valdimar Matt. Þeir eru saman með 50 stig. Valdimar í 10. sæti og Kjartan í 11. Svo kemur Guðmundur Orri, F1 á Íslandi, hann er með 45 stig í 12. sæti. Sævar Helgi, hann er með 26 stig í 13. sæti og að lokum er það Ásgeir Skeiri ES í 14. sæti með 0 stig en það er náttúrulega vegna þess að hann hefur ekki náð að taka þátt út af þessu network-konfliktum sem að voru bara að komast í lag núna fyrir þetta race. Þannig að hann fer að banka stig núna eftir þessa keppni. Það verður bara fróðlegt að sjá hvar hann endar. Já. Þetta race hérna geti búið til smá twist and turn sko, því að menn eru náttúrulega ekki vanir, það er ekki búin að æfa þessi pit eins og er núna sko.
Nei, Spurning hvort akkurat. að menn keyra miklu hægar og svoleiðis sko. Já, getur verið. En það er spennandi tímar komnir. Já, við þurfum bara að fara niður í 4. sæti til þess að, nei, ok, 5. sæti núna, til þess að koma sekundu undir besta tíma, en tier 2 og tier 3 keppnina, þá voru vist alveg einstaklega spennandi tímatökur. Já, ég sá það í gær, það voru mjög nálægt og raunin allir. Já, hann talaði það Guffi að fyrstu minni mig 6 sætin hafi verið, nei, fyrstu 4 sætin hafi verið á sko sama 100-áslutanum af sekundur. Já. Svo var þetta alveg í 9. sæti á sem innan við sekundum minni mig. Já. Þú náttúrulega með raðasta ringin þarna, meira með alla tímatökuna. Já, alveg þangað til að Dimmi kom og slóð mig út. En það var flott reis hjá þér í gær, mjög flott reis. Já, takk fyrir það, því líka, og bara öllum sem tóku þátt, sko. Já, akkurat. En já, Eva, ég get því miður ekki hækka meira í bílunum þetta án þess að lækka í bygga, þannig að þetta er bara limitið sem við höfum, því miður. Ég get náttúrulega lækkað sjálfur í mér ef það hentar sko. Nei, það væri betra að myndir hækka þér. Þá get ég lækkaði þér og síðan hækkaði bílunum. Já, bara reddu því svoleiðis, tímótaðina. Hér erum við sko til í að kompromæsa fyrir áhorfendur, hafa þetta ánægjulega upplifun fyrir alla. Mækið minn er bara í botni ef ég á að segja hérna sko. Já, ok, þá verður bara að fá þig betri maður eignast. Já, segðu. En hérna erum við strax farnir að sjá meira spennandi niðurstöður. Við sjáum að við erum að fylgjast með Skúla sem er í 7. sæti í tímatökum eins og er. Og hann er nánast sléttri sekundu og eftir Hannesi sem er í 1. sæti. Skúli, ertu ekki að fylgjast með Þorsteini? Ég var að fylgjast með Skúla. Já, ok. Þetta er eitthvað alveg hjá mér sko. Ég ætla að fara hérna tilbaka, það er eitthvað ekki að marka hjá mér sko. Ég vill ekki exita lobby svo ég sé ekki að trufla þá. Nei. Já, það var Skúli að bæta tíma sinn alveg helling sko. Hann er komið núna hálfri sekundu rétt rúmri frá 1. sæti. Og núna þurfum við að fara í 8. sæti til þess að komast sekundu undir 1. sæti. Þetta verður spennandi reis sko. Þetta verður mjög spennandi reis sko. Jón Baldursson segir netið ónýtt. Nú skil ég ekki hvað hann meinar með því. Hvað meinar þau? Ónýtt? Það er allavega ónýtt netið á mér hérna ef ég á að segja sannleikann. Já, út af þessum glitsum sem þetta lendi í. En það er allavega... Sko, ég með þess að ég er að horfa hérna. Er að klára þetta? Já, eins og ég segi, það er 7 mínútur eftir að qualify núna. Ok. Hey. Æ. Já, byrju, er þetta Jón? Já, þetta er... Skeiri var að fá sig hérna penalty. Byrju... Netið bilaði, Jón Baldursson. Leikurinn þér líka? Nei, hann krassaði ekki að mér. Hann krassaði að mér leikurinn. Þetta er hann Jónægir sem er að segja þetta hérna. Já, ok. Jón Baldursson, já, þegar ég sá ekki Jónægir þá var ég ekki alveg að klikka hver þetta var sko. Hann er dottinn út hérna. Það er spurning hvort það verði þá að henda í restart á reysið ef hann kemst inn aftur þegar tímatökur eru búnar. Já, það er spennst. Já, núna er eitthvað skrítið hljóð í þér sko. Það er eins og netið segir eitthvað að klikka hjá þér. Þetta er jarðskjálftinn, ég var að segja það.
Já, það er eitthvað. Tekið Wi-Fi úr sambandi frá Keflavík. Landið færðist smá sko. Já. Og minnkaði, já. Það er lengra bilið á milli Keflavík og Reykjavík núna. Það er ástæðan okkur stóðna 500 okkar klukkutíma sko. Það færðist það. Já. Maður sjá hana, hvort ég komist ekki inn. Jú, ég er komin inn. Við erum komið þetta. Eru ekki ennþá í tímatökunni? Jú, 5 mínútur eftir. Þarna sjáu ég hvað það tekur langan tíma að fara í pitti núna. Það er Hannes... Ég vill ekki vera... Já, jú, ég kík inn. Og Valdimar. Það er spurning hvað er gera þá fyrir Jón Ægir hvort að hann verði þá bara að starta seinastur eða hvað sem að hann mun ekki geta klárað tímatöku. Já, spurning ef að hvort það er hendi í rístart eða hvað það verður í rauninni. Nei, vá. Guffi hérna er aðeins 1 sekúndubróti hraðari heldur en Þorsteinn á besta hringnum sínum og Þorsteinn sýnist mér að setja fjólubláan sektor. Biggi. Já, ég er að horfa hérna. Ertu með landsnúru eða? Já, landsnúru. Landsnúru, það er hann, það var að spyrja hann Hilmar Vegar í spjallinu. Já, ok. Nei, ég var hérna til ekki að spyrja Guffi nefnilega og þegar hann væri hérna sekúndubróti frá og hann var akkurat að skrifa og ég hugsaði að hann er brave að vera að henda hringinum frá. Já, ég var ekki að tala ég er að tala tímann sem hann er búinn að setja, sko. Já, hraðasti tími sem hann er nú þegar með, eins og til dæmis Kári er núna með langhraðasta tíma. Já, 230 sekúndubrót. Já, ok, gott, og ég sé 770 sekúndubrót. Já, ok. Það er ekki beint að marka kallinn, sko. Það er svona þegar maður þarf að fara út úr miðju lobby, þá ser maður ekki uppfærðar tölur. Heldur hann sé að fara að ná 1.33 með það? Já, það er spurning. Allavega með að fjólublásektorinn sem hann var að setja, þá væri ég hræddur um það. Já, hann er komið með, já, Hannes er allavega búinn að slá á tímann hans. Þú voru kannski að tala um Hannes, já. Jú, Hilmar, ég held að allir verið með landsnúru í gær. Ég er nokkuð viss um það að séu í raun allir komnir með landsnúru núna. Sem eru í tier 2 og 3, allan 2. Og þeir, fórstu skjálftan? Nei, það var annar jarðskjálfti. Já, bara samt einhver kettlingur, til að vona að trufli ekki reisi fyrir strákunum. Nei, það er svo mikil skjálfti í þessum bílum hjá, menn þeir finna ekkert fyrir einhverju smottir í hérna, sko. Herru, já, Guffi, hann ætlar að rístarta eftir qualifying og að lætur hann bara byrja aftast. Já, það er rauninni þegar byrjaði bara reysið miðað við niðurstöðuna í qualifying. Nei, hvað er Hannes að gera, maður? Hann er ekki bara að bæta tíma sinni þessu. Fullt flaggan Kára. Kári er þetta að fór sniðuðan tíma, sko. Hann fór hérna 3 millisekundum hraðar, þannig að hann fór 1.34, 4.76, ekki 4.73. Já, Skúli er núna búinn að koma sér upp í annað sæti. 35 sekúndur brotum á undan. Nei, hann er í öðru sæti á mínu skjá. Ok, ég skal leyfa þér að tala um því það er ekki beint að marka á mig. Ég skal tala um stöðuna, þú mátt segja hvað er að gerast. Já. En já, eins og segi, Skúli er núna í öðru sæti í tímatökum
35 sekundubrotum undan Kára. 195 sekundubrotum eftir Hannesi. Hannes þarf núna, já, ég bara þori ekki að segja til hvort hann nái, jú, hann ætti nú að ná að klára þennan ring held ég til að geta byrjað einn annan qualifying ef hann vill reyna að bæta sig. En sjáum hérna, sjáum hvað Kári gerir hérna, hann dett inn í parabolíka beina og eru örugglega. En horfðu samt, horfðu á Kára, fyrsta sektorinn á honum. Hann alltaf bara 200 millisekúndur undan besta tíma hann sjálf sér sko. Alltaf Skúli með besta tíma núna. 1:34, 4:38. Kári náði ekki að bæta sig þarna. Þannig að hann hefur þennan ring. En Hannes næri ekki að taka annan ring og þessi ringur skemmtist svolítið hjá hann þegar hann misti stjórn. Þannig að eins og Hannes með besta tíman en það ennþá möguleiki fyrir alla sem ennþá að keyra að bæta hann tíma. Hvaða tíma Hannes með? Hannes með 1:34, 2:43. Já, ok. Nú var Halli að koma sér upp í 4. sæti. Kári tók allavega fyrsta sektor fjólubláan. Sjáum hvort það bæti sig. Hvort það halda honum. Hann svona 100 sekundum á undan. 277, já, vel gert. Já, þú náttúrulega að sjá fjólubláa sektorinn miðað við tímann sem að tölvan þín heldur að sé besti tíminn. Já. Byggi hérna aftur slæðir í gegn. Sjáum hvort hann nái að halda þessu, hvort hann nái að bæta tíma sinni eftir seinustu beina. Já, 6 sekundubrót. Vel gert. Skúli náði ekki að bæta sig. Halli búinn. Valdimar bara á stoppinn undir kanti. Guffi já, Getja Æsmann, hann eini sem að klára. Ja, hann áður ekki að klára. Nei, ok. Þá qualifierinn búinn. Og þá verður að henda í restart. Það sem að Jón Ægir þarf að geta fengið að taka með, en því miður verður hann að byrja seinastur. Mikill skellur fyrir hann sem að hann í baráttinu annað sætið á móti Hannesi, sko. Já. Fyrst að við erum að bíða meðan þeir finna út úr restarti og svona sem nú ekki algengt hjá 10-1. En þá spurning að við hendum kannski í spár. Ég til í spá. Ég ætla að spáum Hannes í fyrsta sæti. Ég held að hann sé svolítið öflugur í það. Ég ætla að spá Kára síðan í öðru. Ok. Ég veit ekki alveg hvað ég með að spá í 3. sæti. Það jú, veistu það, ég ætla bara að gera stærfur og spá Skúla 3. sæti. Hann náði öðru sæti í tímatöku. Já. Ég ætla að hafa aðeins öðruvísi. Ég ætla að leyfa Hannesi að hafa fyrsta sætið, Skeir á öðru og Kára á öðru segi og svo þá bara Halla þriðja. Það komið svolítið síðan að Hannes vann síðast, þannig að í kvöldið sko. Við erum komin með spárina. Gunnar Ágústsson, hann segir Hannes, Skúli, Guffi.
Ok. Hilmar segir Kári, Hannes og Skúli. Kári, Hannes, Skúli, ok. Og Jónas Má segir Kári, Hannes og Skeiri. Þannig að þetta er alveg all over the place, sko. Hvernig næsta spár var það? Já. En ég ætla að gíska fjórða sæti. Jóna er. Já, heldur hann að vinna sig upp úr 14. í fjórða? Já, veistu, það er alltaf ekkert. Nei, ég er að djóki. Alltaf ekkert, þetta vil ég Spurðu þig hvað það Skeiri sé að fara að gera geggjaða hluti í kvöld. Já, veistu að ég bara alveg glimti að fylgjast með honum hann áðan í tímatökunum. Ég var svo alveg speysað út og var að fylgjast með þeim sem voru með bestu tímana. En að spurningum við fáum aðstoð frá spjallinu, einhver sem býður sig fram í að halda utanum spárnar. Hlynur tók það víst að sér í gær og hvað vantar eitthvað til að skrifa þetta niður og minna okkur á það í lokin ef einhvern náðu að giska rétt. Ég held að hún Eva verði með það á hreinu. Já, það getur verið. Hvernig líst þér á það? Mér líst bara mjög vel á það. Ef að hún er til í það. Já, akkurat. Já, núna ætti þetta að vera komið aftur. Núna ætti Guffi að vera búinn að setja upp rétt grid. Gummi hitt upp fyrir bílanda. Já, þarna. Já, varaði. Nú er bara eitthvað í dirt rally. Já, alltaf gott að taka smá burnout og klára afturdekkin. Það er besta sem maður getur gert, sko. Já. En þá sýnist mér þessi keppni vera að fara af stað. Sýnist allir vera komnir á braut. Sem því að Guffi getur bara farið að setja þetta af stað. Já. Við óskuðum öllum góðs gengi, sko. Já. Hann heldur áfram að spóla, maður heyri bara í honum. Já, Sævar Helgi að taka út skiltinn og svona. Hver þarf að taka chicane maður? Það er algjör óþarfi. Já, þetta er alltaf lagi. Þetta er nú ekki svo að sé reysið. Nei, akkurat. Hoppmál. Svo er pit glitch. Sýnist mér. Nei, Halli er farin af stað. Nei, hei. Já, ok, flott. Það var smá sá ekki hérna. Nei, betur segir hann gerir nýtt lobby, segir Guffi. Það er allir farinir af stað, eða ekki? Já, ok. Nýtt lobby. Já, nýtt lobby, let's go. Það er eins gott að það sé búin að skrifa niður tölurnar á þessu. Það fá að sjá main menuið í smá stund. Já. Beinni útsendingu á Stötu e-sport og á YouTube. YouTube-inu. 1 sekúnda. Já. Já, mér heyrist nú þessi sekúnd að vera liðin. Og hann er ekki kominn aftur. Þetta er svindl. Kjassi að stað á neon græn-gula Porsche. Það er ekki Porsche. Bara komin aftur, maður. Já. Já, vonandi fyrir þetta að fara að ná að komast af stað hjá þeim.
Já, ég að segja eins og ég það er eitthvað að færast yfir lobbyin en í gær. Fyrsta skiptið bara í heimi hefur við ekkert glitch hjá okkur. Já, og í staðinn er bara bölvu vandræði að koma 10 reistastað. Já. Þetta er sko fínt fyrir okkur báða sko. Þá maður strímið aðeins lengur og við erum ekki að bíða jafn lengi eftir okkar eigin reysi. Nei. Það eru 13 komnir inn, vantar 1. Gunnar, spáin hjá þulunum. Ég er Dr. J á spjallinu, þannig að það er mín spá, Hannes Kári Skúli. Ég man ekki alveg hvað Biggi sagði. Biggi, hvað sagði þú áttur? Ég? Já. Ég sagði Hannes, hvað er þetta? Þú sagðir Hannes? Hannes, Kári og Halli. Já, þetta, Hannes, Kári og Halli. Það var allir komnir inn á braut. Sko ég er alltaf að rugla Skeira og Kára, ég veit ekki af hverju ég er alltaf að rugla nöfnunum saman. Nei. Ekki veit ég það. En allavega, Skeiri er hann sem var með okkur í 10-2, slá gegn þar sko. Já, sennilega ástæðan fyrir því að þú valdir Aston Martin og þú svo þreyttur á eldan. Já, ég verð að segja að það er svolítið satt sko. Og Skeiri er sem sagt, byrjaði örugglega aftur. En Kári er hann sem keyrir alltaf á ljósinu. Já, hann keyrir hann. Já, þið komið með þetta. Það er fínt að keyra með tómatank. Já, en ég meina hann er búinn að æfa sig nokkuð vel hann að þetta er að nýtast honum þokkalega vel núna sko. Akkurat. Þá Guðmundur er farin að spóla aftur maður. Hann er bara búið með dekkin að aftan alveg sko. Helmingurinn eftir. Já, það kemur. Jæja. Þá er reysið að fara á stað og vonandi fyrir fullt og allt. Já, það kemur ljós. Þetta er allt saman tveir bílar, Toyotan og Porschen sko. Það er engir aðri bílar í búði hérna. Nei. Ég held að Toyotan eftir að slá þokkalega gegn frekar yfir Porschen sko. Jú, Porschen er hybrid, en aftur á móti er hann sem sagt fjórhjóladrifinn. Er það ekki hann? Er hann ekki fjórhjóladrifinn yfir allt dótið? Með batterísdótið? Jú, mér minnir það. Ég er ekki alveg klárlega það samt. En þar byrjar þetta. Skulum við sjá hvort að þeir munu komast lifandi út úr fyrstu beygju. Nei, þarna var Skeiri. Það var einhver hann að... Skeiri hefur eitthvað klikkað að bremsa. Hann startaðist. var bara hent í aftasta sæti í staðinn. Já, sem betur fyrir hann að... Ég þekki það. Rétt slapp hann að náðu þeir ekki að í rauninni óvart skemma fyrir einhverjum. Já, ég var að horfa hérna á Jónæður og Sævar í 12. og 13. Flott yfirtaka á honum Jón. Já, þeir eru strax farnir að slíta sig frá Kári og Hannes. Hannes er ekki að ná að halda sér í slipstreaminu hjá Kára, það er of langt á milli í það, en þeir eru báðir búin að slíta sig svolítið vel frá restinni af hópnum.
Já, Halli er nú ekkert með neitt fáa bíla aftan á þessu, sko. Það er Halli og Skúli hérna bara saman í röð, Team Autocenter. Og svo þar á eftir Valdimar Matt. Já. Og Guffi strax á eftir þar og svo, já, hvað er, já, Æsmanninn, hann er bara strax komin upp í 8. sæti. Já, hann er búinn að vera, sko, hann er, hvað ræsti hann aftur? Hann ræsti seinastur vegna þess að, nei, Æsmanni, fyrirgeðu, ég er ruglast á Æsmanni. Nei, það var Crackdog. Já, Crackdog, já. Crackdog fór fram úr Sævar Helga rétt á hann, sko. Já, ég er ruglast það þarna. Og hann er núna að næla sér í eitt gott place, maður sjá. Draung, maður, hann er hlið við hlið hann Hlín í rauða. 11. og 12. Einhverju hluti Hann vegna náði fram úr honum Hlín. er leikurinn ekki að leiða mér að þarna komst ég á Crackdog. Ok, horfum á. Herri. Úff. Nei, vá, þetta var svolítið Ok. dæð þarna, já, hann náði En þessu. ég menna, hann náði þessu. Kassi náði ekki beginu espressupunktur sem náði rétt. Herri. Guðmundur Orri kominn út af 4.57. maður. Nei. Valdimar, Halli og Guffi, þeir eru alveg hérna. Guffi fyrir fram úr Halla hérna, nægir sér í 5. sæti. Æ, þetta var ekki gott. Guðmundur Orri fer út af og fer aftur inn á og Skeiri ætlaði að keyra í gegnum hann þar sem hann var góstaður en hann ungóstast akkurat þegar Skeiri kemur og Skeiri er þá... Guffi út af. Ok, halda áfram. Skeiri kom með skemmta framann og... Já, þetta er hörku barátta hérna á toppnum toppnum í svona middpakka eiginlega. Já, ég er að horfa á Guffa, sko. Guffi, GT Æsmann, Þorsteinn, Rappelfans og Halli, þeir eru alveg bara að berja fyrir lífsins, sko. Æsmann reynir fram á Guffa hérna. Það er svo mikið slipstream í boði á þessari braut, sko. Já, Guffi tók svolítið víða beygju, sko. Misti þar helling og misti þar 2 fram á sig, sko. Misti rosalega hraða. Fyrir mjög defensive hérna, en já, hann er að halda sætinu. Nei, heyrðu, Sævar Helgi. Sævar Helgi spinnaði og Kassi fór fram úr. Gummi... Já, ok, hann náði þessu ekki. Skeiri fyrir pittin. Já. Sjáum hvað hann tapar mikið á þessum pitti. Já, heyrðu, hann er með skemmta vel líka, hann var ekki með skemmta vel á hann. Alltaf kemur út úr pittunum 45 sekúndum frá 1. sæti en það var alltaf væntanlega eitthvað bíl á milli. Já. Þeir eru aðeins að slíta sér frá þetta núna strákarnir. Guðmundur Orri hefur ákveðið bara að keyra með skemmtunum þangað til hann þarf að pitta, væntanlega. Sem er sniðugt. Já, þetta er náttúrulega orðið þannig þegar það komið svona lengra pitstop að það kannski borgar sig ekkert að enda sér inn í pit bara til að laga eitthvað smá aerodæmi, sko. Nei, akkurat. Guffi kom með penalty hérna. Skorið aðeins. Það er aðeins farið að dreifast úr hópnum núna. Þetta er ekki eins þétt pakkað eins og þetta var. Nei. Það er samt alveg vel þétt pakkað á beina kaflanum, sko. Hérna það, er sko. slipstreamið að virka, sko. Þið sé hérna, þetta er flott setup hjá strákunum. Þetta er sem sagt Hannes í Gazoo Racing og Valdimar í Gazoo Racing. Þeir saman eru með einn í Team Autocenter sem er Skúli. Já. Eða ekki, Skúli er í Team Autocenter. Nei, fyrir Valdimar hérna. Valdimar náði ekki beigjunum. Er resettaður aftur á breytinu. Það er svo leiðilegt ef það kemur upp á, sko. Það er alveg glatað og það er keila þetta sem Guffi kerði á. Flugugurt. En já, það var sem sagt einn maður úr hverja liði og milli hverja manna, sko, þangað til að Team Bíkó voru saman hérna. Já. Það er engin liðarkæla saman hann hér. Kári hérna strax kominn með 3,2. Þessi 210 stig er ekki nóg fyrir hann ætlar að vera með 235 stig eftir þessa keppni. Já, 236 ef hann... Já, hraðasta hring. Ef hann er hraðasta hring, akkurat.
En ég sé það hérna að Þorsteinn er svolítið að sækja hann Halla, sko. Var að setja sér besta tíma. Hann er í slipstreaminu hjá Halla en samt sýnist mér það langt í burtu að hann nær ekki öruggum framúrakstri hérna. Geti kannski nýtt sér það til þess að koma sér áfram. Hvað sagði ég ekki Kári, Hannes, Skúli í spánu minni? Jú, mér finnst þess að hafi sagt það, sko. Ætla ég að vera sannspár í kvöld? Nei, það er ekki Hannes Kári Nei, ég sagði það. Nei, ég sagði Halli, menn svo ég sagði ekki Skúli. Jú, ég sagði Hannes Kári Skúli. Ég sagði Hannes Kári Skúli. Já, ég sagði Halli, alveg rétt. Ég taka eftir því hérna að það tók ekki nema 5 hringi fyrir strákana að slá hvort annan eða svona út í bil á milli alla, þannig að Já, það er samt ekkert. við maður bara setja við rólegir hérna og slökum á og það kemur eitthvað. Þorsteinn er hérna alveg að halda pressunni á Halla, sko. Já. Þetta er flott fyrir Team Autocenter núna. Það er Skúli og Halli í 3 og 4. Jóna er að komin hérna, búin að vinna sig upp og er komin alveg í afturöndan hjá honum Jón Valdimars. Já. Þeir liðsfélagar núna að berjast sæti 9 og 10. Nei, 8 og 9 Ég tók eftir áðan að GTI smá var töluvert nær honum Valdimar en hann er núna, sko. Hann er með næstu í sig, hann fór út af. Æjæj. Hann kláraði penalty allavega, en það er spurning hvort hann skemmti fyrir honum Hlini eða ekki. Já, Þeir eru alveg hérna. Já, Hlynur bara tekur fram úr honum, sko. Já, hann er nefnilega hægt að góðstast akkurat þegar Hlini var komin aftan á hann, sko, en þeir klæst ekkert á, sko, Hlini bremsaði bara. Já. En hann var með sekúndu í penalty, segi ég. Valdimar út af, 7. sæti, spinnar hann. Hann heldur bílnum. Það er rétt svo, en Shit, tapar momentum krækta og... út af þá í staðinn. Krækta út af honum. Nú fór hann út af. Vont þegar menn góðstast ekki. Já, myndi nú. Hann flaug út af, sko. Tók ég ekki alveg eftir þessu. Hérna ég að sjá þetta. Já, ok. Hann sveigir frá þarna. Ekki gott. Þetta ætlar ekki að vera góð keppni fyrir Jóna í greið. Það dett út af internetvandamálum og ná í rauninni... Byggja hans upp og... Já. En hún Eva vill meina það að sem sagt Hannes er bara að spara dekkin. Já, svoleiðis. Já, hann er bara eftir að gefa í og ná Kára sig. Já, ég meina, Kári er samt ekkert að, sko, Kári er ekkert að stinga hann af, sko. Nei, en Kári er að slíta dekkinu Það hraðar. var þetta sama bil sístur. Já. Kári er náttúrulega sækir alltaf hring, sko, en Halli er bara hérna... Halli heldur hann eins og sko, en... Það er rauninni mesta... Æsman kom með hérna... Það er eiginlega mesta fæti sínst með að vera hérna bara milli Guffa og Þorstein, sko. Guffi er svona... halda sér í slipstream reyns hjá hennu Þorsteini og mögulega fara að reyna að taka fram úr. Já, ég er að sjá
svona það fer að styttast í annað sem sagt actionið það. Já, Það hjá honum GT Iceman, Hlín, Valdimar og Kjarsa. Það svona að styttast í það sko. sjálf sé mistök, segir hann Jónas Már á spjallinu og það er alveg rétt, það er ekki algengt að sjá eitthvað svona mikið útavakstur og svona hjá þessum ökumönnum. Nei, alls ekki sko. En aftur á móti eru þessi bílar alveg frekar erfiðir viðureignar á þessari braut, sko. Þeir eru það sko, downforce er náttúrulega alveg út og suður og svo er náttúrulega aftan okkur gæja og ætlar að bremsa og það náttúrulega gerist ekkert á sko. Nei. Ef þú ert í downforceinu. En Guffi er komið rosalega nálægt honum Þorsteini sko. Já, og hann er komin Þorsteinn í tekur þetta svolítið vítt, svolítið hraða. hann er komin í mjög gott slipstream, sko. Og er að Hann er setja svo fjólubláðan fótboltatíma, sektor. Guffi, sko. Halli er með besta tíman Þetta í var flott þessu. gert hjá hann. Já, Guffi, hann sló svolítið af þarna. Já, til þess að halda sér í Hann hefði getað slipstreaminu. reynt á- Já, í staðan til að skemma fyrir báðu. Já. Illugi segir að segja eitthvað titringur í mönnum. Það er ennþá allir svona skjálfandi eftir daginn í dag. Æs. Það var svolítið langt frá besta tíma, fjólbláðan tíma. Guffi kom með innri línuna í fyrsta chicaneið. Sem þýðir að Þorsteinn hefur innri línu næsta. Nei, Nei, snýst hann Guffi. Hann rekist hann aðeins aftan í hjá Þorsteini og... Þessi Hlín, þessi GT Iceman og þá er Valdimar næstur. Þetta var óhefilegt. Þetta var það. En ég sé hérna Jón Valdimars, nei Jón Ægir, Jón Valdimars, krækt upp. Hann er alveg kominn aftan að kjassa hérna. Það er ekki langt í hann Valdimar eftir það. Krakt upp er Jón Ægir. Já, Jón Ægir þá, sorry. Jón Valdimars er Iceman. Þetta er vandamál þegar það eru tveir Jónar í sama liði, sko. Já, Þetta þeir eru örugglega auðvitað það. Jón fyrst síðan að þessi er alveg einn eða tveir inn að því. En það var spurning hvort að Guffi nái að rífa sig upp og nái framúrunum Jón Valdimars núna. En Valdimar matt bara þar beint á eftir, sko. Já. Hann er alveg bókamál með slippi sko, hann er alveg að fara að ná fram á hann býstu við. Já, bara í rauninni spurning hvort hann náði að halda því eða... Það var innanlínu. Já, Hann tekur ytri línuna. Býstu við sko. Já, þetta er komið á honum. Þetta var mjög sannfærandi framúrakstur. Gekk betur heldur en á. Mjög, en svo, það gerir það, en Jói Valdimar alveg fastur á baku GT Iceman sko. Já, Jón Valdimars. Hann er samt með 5,5 sekúndi í penalty, sko. Já, hann er búinn að safna því sko, hann spurning hvað hann gerir með þeim, hann reynir framrakstur. Já. Nei, næri ekki beginni. Það er ekki frétta hjá honum í kvöld. Nei. Og Kjarsi begið frá. Þá er Bíko að fara að ráðast á hann. Hér er allt að gera, sko. Þetta er svo þröng braut til þess að vera í einhverjum slagsmálum á svona hraðskreiðum bílum, sko. Já. Valdimar hleypir ekkert fram úr. Hann er svolítið mikið út af hérna Valdimar. Ja, hann er að ná sér í penalty. Bíko er konur fram, já. Já, og Kjarsi líka. Hann hefur tekið... Kjarsi er skítræddur við það, hann bara beigir. Hann fyndi að fylgjast með þessu sko, hann svoleiðis ætlar ekki að klessa á hann sko. Nei. Valdimar er nú búinn að vera út um allt hérna. Mjög smjör á dekkjanum.
Já, er spurning hvort að Kessi ætlar að reyna að komast ofar. Já. En hefur slipstreamið allavega hana. Herri, Hansó, spinnaði maður. Hvað? Hvað er að gerast núna? 5. sæti. Datt úr öðru, já. Þú ert með 1,5, næstu 1,2 í framtíð. Ég næði ekki að sjá spinnið, ég næði bara að sjá eftir hvers þið næði. Það er ekki nógu gott. Það var 13 sekúndur á þetta. Nei, ég veit ekkert hvað skýðir samt, en það er ekkert damage á bílnum í honum í neinum fyrir framann, sko. Það fór spáa mín Hannes í fyrsta seti. Já, maður veit aldrei, það er nú langt pitstop. Jú, langt pitstop. Aldrei að vita nema að Kári spinnar líka. Það hefur verið alveg gerst áður. Segðu. Sérstaklega ef þú fyrir að tala Þú er að fara að sjá... Nei, þess vegna er ekkert að minnast á kallgreiði, sko. En ég er að horfa á Guffa hérna, Hannes og Linn. OG spilarana. Já. Started from the bottom, now we're here. Er það ekki svoleiðis? Það er svolítið svoleiðis, jú. Spurjum hvað þeir gera hérna. Linn er aðeins að dusta smá ríki yfir hann Guffa hérna, kerra út í kant smá. Já, hann er með, hann er ekki að ná að halda í Hannes allavega, en hann er samt alveg... Guffi er ekkert að nálgast þannig sérstaklega hratt, sko, akkurat núna. Nei, alls ekki, sko. Ja, Guffi er enda alveg bara... Já, núna er hann kominn á aldunum. Ef hann hefði náð betra exiti þá hefði þetta verið frábært, sko. En ég sé líka hérna að Halli er komin svolítið nátt skúla, sko. Já, svona 50-50. Já, ég ætla aðeins að fylgjast þetta með Guffa og Hlyn áfram. Já, endilega. Þess að það virðist vera svona eiginlega eina fætið sem er í gangi akkurat núna. Ég ætla bara að kanna hvort að Valdimar sé nokkuð að keyra fleiri minúta. Og við gæna þess. Já, ef að hann er kannski bara hættur að hita upp dekkin núna, eða spara dekkin. Núna er það bara að fara að gefa í 18 bláa og ná fyrsta sætinu. Já. En ég verð að segja að árangurinn hjá hann Gregdóp svakalega kvöld. Hann byrjaði síðastur, vann sig upp, endaði síðastur, vann sig aftur upp og síðan alltaf lenti hann í Valdimar og enda aftur næstu í síðastur og vann sig aftur upp og er núna í 9. sæti. Já, og er að bara eiginlega ná honum liðsfélaga sinni honum Jón Valdimar, sko. Já. Flottur akstur, dúndur akstur hjá honum. Það leiðilegt að lendi í þessu, Valdimar er ekkert lítið stressandi að vera með á alla aftan á sig, sko. Nei, akkurat. Svo reynir maður að halda bílnum á brautinni frekar en að spinna, sko. Þetta er rosalega klósetni hjá þeim. Já, Guffi líka alveg hérna nekk í nekk. Fáið báðir 1,5 sekúndu í penalty hérna. Ég var akkurat að segja. Það er eins og að sé bara svona ghost fyrir aftan GTS-mann. Það er bara alveg bíl og sumum penalty og allt bara. Já. Það verður styttast í fyrstu hringunum okkar. Ja, styttast, það verður ekki eitthvað styttast en það er ekkert langt í það, sko. Já, hvað er... Já, það er eitthvað í það ennþá, sko. Þetta er 20 sekúndur. En það fyrir líka að styttast í pitstoppin. Biti. Það verður örugglega eitt pitstopp. Já. Hvernig er það? Gummi var með damage aftan eða aeróinu, eða ekki? Jú, hann sem sagt... Hann er ekki með það lengur og því hann var að taka til hann á glænýjum dekkum. Ég varst það svolítið skrítið fyrir 13 hringi. Já, hann yfir... Byttaði 10. hringi síðan hér.
Það er aðeins að fara hérna innanborðs hjá honum. Cracked up. Já. Hei, heyrðu. Hei, viltu svo taka í? Hann náði bara fram úr. Það var ekkert vandamál. Lokka Guffi svolítið tæpur maður. Vá. Kaldur kallinn maður. Aftur svolítið tæpur. Hann er ekkert að slá að þessi sko. Hann er svolítið að sækja á hlýðin núna. Það er ekki alveg að ná að minnka bilin eitt mikið. Herru, Valdimar er komin í leikinn. Nú? Ég vil sjá þetta, 11. sæti. Hann og Cash, ég vil sjá hvað er að gerast. Já. Það er eitthvað... Vonandi komast allir heilir frá þessu í þetta skipti. Ég ætla að... Cassi beigir bara frá. Ég er að... Ertu að fylgjast með þeim? Það er að fylgjast með þeim. Valdimar ætlar að taka inn í línuna hérna. Já, neðri, Cassi veikir bara. Já, hvað sant? Já, Cassi er hérna... Hann er alveg ennþá í þessu leik, sko. Hann er með slipstreami núna. Já. Spurning hvort hann takir sjensinn, já, hann... Nei, heyrðu. Nei. Valdimar gaf nú svona frekar lítið pláss, sko. Ég verð að segja. Sem dómari. Já. Og hafði líka betur fyrir vikið. Það er ekkert... Já. Já, og svo fer hann bara út af. En hann er náttúrulega út af núna, eins og vanlega. Ekkert eins og vanalega. Og Cassin er að fara fram úr. Ætla að sé skjálfti á honum Valdimar eins og leggur sér núna. Það þarf ekkert að vera. Hann er örugglega að upplega bara alla skjálftan eins og sko. Söfnuðu saman og bara búm. Nei, svo getur líka vel verið að netting sé eitthvað leiðileg sko. Hann hefur kannski fengið bara í staðan fyrir einhverja 40 skjálfta sem voru í kringum 3 á Richter. Þá hefur hann bara fengið 1 skjálfta sem var 400 á Richter eða eitthvað svoleiðis. Það er slæmt þegar hann lendi í sko. Hann Jón Ægir er búinn að stytta bilið í Guffi alveg helling. Já, og Guffi og Hannes bara, Hlynur í bara massa slag núna sko. Já. Þú fylgist með þeim, ég læti vita hvað gerist hérna. Kíkjum að þessi í stöðar hann hjá honum Guffa. Einu svolítið tæpið maður. Hann er farin að finna svolítið fyrir dekkinum sko. En hann er samt alveg mjög nálægt honum Hlyn sko. Það er spurning hvort hann nái að halda veikfæran sekundu í penaltíi maður. Spurning hversu góð exiti hann nær hérna núna og seinustu beygju, hvort hann ná að halda í slipstreami og reyna að ná að gera allugu að Hlyn í næstu beygju, þessari fyrstu beyginni. Hann nær allan að halda slipstreaminu, það er alveg á hreinu sko. Já. Hann bara rennur hérna fram úr honum sko. En hann að halda þig? Já, hann náði alveg að halda þess. Þetta er bara komið á hann sko. Hann er komin upp í 7. sæti. En Kári félag okkar. Það hann ekkert að lenda í einhverjum óhöpum. Ég er svona fyrst út farin að tala um það. Það var spurning hvort það fari að gerast bara.
Ég ekki aðeins að fylgjast með honum. Kíkja hann er komið 10 sekúndum hérna á undan. Já, ég held að hann sé bara autopilot, sko. Já, það er eitthvað sko. Hann keyrir bara alltaf dekkin, nei, alltaf bensinni búið. Þá held ég fyrst að hann fari í mark, nei, pit segi. Hann er kannski búinn að búa til eitthvað svona artificial intelligence sem að er betra heldur en það sem er í leiknum. Já. Já. Þess að hann er ekkert að reyna að slá meitið sitt, sko. Hann er bara að keyra þetta safe. Já, núna. Hann þarf ekkert Þegar hann missa þessa beygju. Hann þarf ekkert endilega að slá sig í rauninni besta tíman þegar besti tíminn er tíminn hans, þannig að... Nei, akkurat, þannig að hann þarf bara að keyra þetta sparlega og... Já, þá fyrir Guffi í Guffi komin í pit og... Jóna er líka. Nei, Jóna er líka. Jón Valdimar heldur áfram. Þá kemur Kjassi og Valdimar fyrir pit. Hann var komin á svolítið slítið dekk, hann gæti útskýrt mikið hvað var í gangi að það. Já, hann tekur rétt undir 3/4 af bensinni. Já. Þá er Skeir aftur komin í leikinn. Nei, heyrðu, svo bara fer hann beint og er resetaður. Nei! Hann er ekki verið vanur þessum köldu dekkjum. Og missir þar Jóna fram á sér. Þorsteinn, já, Jóna sorry, já. Þorsteinn er náttúrulega bara að hafa fínt hann í fjórða, sko. Jóna var líka að koma úr pitinu, þannig að hann þarf ekkert að fara að pitta á næstunni til þess að Guffi geti náð honum tilbaka, sko. Það eru bara sama stað, sko. Það eru bara að keyra þetta, já. Kári fyrir pit, Gumma eftir honum. Kári var akkurat að ringa Gumma, skils mér. Sjáum hversu... Já, Skúli fyrir strax í pitinu, ok, það var ekkert að marka það. Ég ætla að reyna að sjá hversu miklu hann tapaði á pitstoppinu, en... Hannes heldur áfram og Þorsteinn líka. Það var topp 3 baráttan. Þeir ætla greinilega að klára 19. ring. Kári kemur út í öðru sæti. Já, þeim finnst líklegt að þeir klári 19. ring út eða þá eiga þeir akkurat 19 ringi eftir. Nei, fyrir ekki, þetta er 36 ringir ekki 38. Þannig að já, þeir verða á örlítið betri dekkjum hann undir lokin. Kári eins og alveg 13 sekúndum á undan Skúla, sko. Gummi að taka fram úr, ég sé ekki hvernig hann var að taka fram úr hana. Vittu, nei, heyrðu, hvað gerir sér Hannes hérna? Við erum að reyna að sjá það. Skúli maður, 3/4 sæti. Hannes slætar hérna á vegg og er komið skemmta vel á bara strax eftir Lesmo 2, sko. Já, Gummi var að taka fram úr honum, já. En sem betur fyrir hann eftir að pitta. Já, en þarf að keyra samt rúmlega hálfan ring alveg með eitthvað rétt yfir 200 í... Já, hann er kominn í pittin. Þorsteinn er líka í pittunum. Þá sjáum við hérna Kára. Sjáum hvað þetta er fljótt að snúast. Ég veit að Kassi á eftir að fara í pittin, en Kassi er þriði, hann var síðastur á hann, sko. Já. Já, næst með þeim síðustu, sko. Ja, núna er sko einhvern veginn tókst honum Kára að fara í pittin og allt þetta og vera með 15 sekúndna forskot þegar hann var með 10 sekúndna þegar hann fór inn í pittin. Já. Skúli hérna í sínu öðru sæti og
Síðan Skeir að sækja vel á Valdimar. Síðan Þorsteinn búinn að ná yfir Halla. Já, hann kom út úr pittunum akkurat fyrir framan hann og náði að halda því. Já, ok. Slapp þokkalega vel þannig. Já, þá fyrir við væntanlega að fara að sjá Kjassa fara inn í pittin. Ég teki færi. Já. Já, ég er svona að fylgjast með hversu mikinn tíma innan gæsalappa hann tapar á því að fara í pittin. Þar sem að hann er núna 17,5 sekúndu á eftir Kára. Já. Guffi köttaði beina þarna svolítið, hann geti fengið penalty fyrir þetta, fengið skjóta á sko. Já, hálf sekúnda. Guffi hérna sækja vel á Cracked Up í Jónægir. Herru, kíkjum hérna inn í bíl ef ég er með texta, þarna. Þetta er svo leiðileg sjónarhorn, það sést ekki neitt maður. Já, og sér bara klampi í mælaborðinu, á sólinni. Stöðurinn er miklu betri. Hann náði ekki að kapitalæsa þetta, en hann er samt ennþá að minnka bilið, hann náði betra exiti úr fyrsta chicaneinu. Já. Skeir inn í pittunum. Nei, heyrðu, Jónægir, hann tekur hérna slæmt exit. Það er smá kontakt á milli þeirra, hann er ekki tekið eftir að Guffi var að koma þarna ytri línuna. Betur fyrir sluppuðu báðu við damage. Já, þetta var ekki mikið kontakt. Já, ok, smá bump bara. Hilmar er að spyrja hvað gerðist við Hannesi, en Hannes fór eitthvað aðeins út af með afturdekkin, misti stjórn, slæta á vegg og skemmdi vélina. Og er þar alveg endur komin í 9. sæti. Það var að blokka peysi sko, svo náttúrulega datt úr öðrun er í 4. þarna áðan, fyrstu hægri beigari. Já, og svo átti hann eftir að pitta sko. Já. Það er ekki gott. En hann er svolítið að sækja hérna á Jón Valdimars, Æsmann. Já, og hérna... Halli er í pittinu, með damage aftan. Nei. Ekki mikið, ekki vélaskemmt, bara erró. Ok, en er þá eitthvað með damage að framan eða? Það er engin annar með damage nefnilega sko, það er spurning hvað þetta hefur verið eiginlega sko, þeir náttúrulega voru tveir þarna alveg í maxinu sko, en séns hann hefur bara spinnað út sko. Já. Hann og Skúli voru með annað og þriðja sko. En hún er sko, Jónægir komin upp í 4. sæti sko. Já. Sem er flott, hann hafa mikið skilið. Maðurinn sem þurfti að starta í síðastu. Seinastur og ef ég man rétt að þá spáðir þú honum 4. sæti í þessari keppni. Já. Hann að þetta sæti alveg vel skilið, hann er búinn að þurfa að harka sko. Já. Hann er búinn að harka í gegnum hann leik sko. Útrúlega góður árangur að ná svona ofalega eftir að hafa þurft að sleppa... Allt þetta sem hann er búinn að lenda í sko. Já, þarf að sleppa qualifying út í að klikka netið hjá honum og... Svo ætlaði hann að beygja fram með Valdimar og hann spinnaði í hináttuna og þá ætlaði hann að fara út af og tappa hellingar og svo ætlaði hann að restarta þar á hann og... Já. En þetta er geggjaður árangur og vonandi fer hann bara að halda því og Guffi virði það bara. Já. Hann er allan að vinna sér við 4. sæti og hann er búinn að pitta og allt það, þannig að í rauninni ef að... Þetta er bara flott. Ef hann tekst að fara hrakfallalaust í gegnum restina af keppninni þá er þetta bara komið hann. Kjassi er að taka fram úr Halla. Nei. Er Halli að taka fram úr Kjassa? Jú, Halli, jú. Kjassi var að taka fram úr Halla. Já, ok. Beinagaflanum. Þá kemur Valdimar. Hann tekur fram úr Halla líka. Klíni. Vel gert.
Þetta er actioni sem við erum búin að bíða eftir. Já, alltaf að gerast. Skoðum hérna hvað Valdimar gerir. Já, hann keyrir þetta út, gott. Hann ætlaði á góð dekki núna, þeir voru alveg hálf handónýtt sko. Já, það var spurning hvort hann nái að gera allir að kjassa líka. Já. Kjassi keyrir svo hratt maður, hann skýtur þetta við hann. Ég sá bara á hann bara svona eins og hann sá þetta fyrir sig bara. Hann beið svo rosalega hratt alltaf þegar Valdimar var hann í spinningklassinu sinum. Í spinningklassinum. Já, hann var svolítið mikið svona bara óheppinn. Jónas spyr hvort að Halli sé einhverju vesenni, en það virðist nú ekki vera. Það sýnist nú samt að... Hann pittaði þarna á hann alltaf með damage aftan. Við vitum ekki hvað skeið þá. Nei, en virðist samt vera ekkert í neinu vesenni þannig séð sko. Nei, sko hann alltaf pittar 18. hring og svo núna pittar hann 20. og öðrum hring. Nei, 21. hring og pittar hann aftur. Það er ekki nema 3 hringum og þarf að pitta. Hann er að gera allu að hann Jón Valdimars. Já. Hvað segjum þetta? Náður eitthvað að taka eftir tímanum sem að tekur að fara að pitta það? Þetta er einhverjar 16 sekundur cirka. Sem er bara jafn mikið á milli Kára og Skúla. Já, hvað Kári er komið langt í burtu með það. Já, hann er eiginlega ekki, hann er varla í þessu reysi sko, hann er bara hann að... Já, ég meina, hann er núna að setja sinn besta tíma, það var að ég rétt á hann og aftur núna. Þetta er bara flottur árangur hjá honum. Já, getur verið að pitstopið hafi verið 30 sekundur að rétt í lífi, það er þegar ég segja að það sé 15-16 sekundur þá myndi ég svolítið bara að taka dekk sko, svo er tíminn sem fer ég að setja bensín á bílinn líka, það getur alveg verið aðra 10 sekundur sko. Ef þú pittar í fyrsta sæti þá þegar Kári myndi pitta og færa hann inn í 5. sko. Já. Þegar hann pittaði áðan. Svo 5. upp í 12. já, þeir eru svona þokkalega jafnir, þannig séð sko. Sérna Hannes er kominn aftan á Jón Valdimars. Já, nálægt honum. Ég er búinn að vera að fylgjast með þeim slagið mitt. Var Kjassi í einhverju vandamálum eða hann beygja svolítið skrýtnilega inn í þessa beygju eða? Bara hef ekki tekið eftir í allavega. En allavega náði Halli fram úr Valdimar sem er flott. Já, betur, Halli var... Valdimar fór fram úr honum sko og núna er hann kominn aftur fram úr. Já. Þetta er bara sikksakkar hérna fram og tilbaka þetta er alveg, það er allt að gerast hérna. Maður næri ekki að fylgjast með öllu, maður veit ekki hverju maður á að vera að fylgjast með. Akkurat. Það er alveg löng bil. Þú getur fylgst með Hannesi, hann er kominn í slippið. Já, ég er búinn að vera að fylgjast með Hannesi, ég er svo að halda því bara áfram. Já, ég segi þér ef eitthvað kemur upp á því á Valdimar. En það er... Halli er alveg að ná að slíta sig smá frá honum. Í beygjum, ekki á beinakaflanum. Hann kemur hérna vel í slipstreaminu út úr seinustu beygju. Ok. Ekki samt, þannig að reyna að ná aðeins betra exiti samt út af því hann er ekki að ná... Hann er ekki að ná hraðanum sem hann þarf til þess að taka fram úr, sko. Já, og meina það. Já, hann er aðeins búinn að missa þetta frá sig núna, sko. Já. Herru, kraktu upp hraðast í hringum maður, vel gert. Já, það er ekkert annað.
Þetta er ekkert neitt litli hringurinn líka, eða það? 134, 159. Stúta, byrju Kári var svolítið nýjan, geggjað. Já, Kári hefur séð þetta bara, ok, svo gefið núna. Hann er komin undir 1.33.7, what? Þetta er svona gaur sem að spila póker og er með, þú veist, full house. Já. Hann er ekkert endilega að sína það, sko, hann er bara eitthvað, ég ætla bara að fóta núna. Já, þetta er svona gaur sem spila póker og hann er alltaf með þetta fulla hús bara hérna, Royal Flush bara tilbúið og... Já, Royal Flush. Og hann er samt alltaf að vinna allar hinar hendurna, sko, hann bara geymir hitt bara, hann skildi þurfa það alltaf. Já, hann er bara með þetta borð og segir, ég fekk aldrei spilið við, þú voru að rétta mér önnur. Það er bara, já, full all in, leið mér að klára þetta bara. Það er bara alveg hlægilegt hvað Kári er að leika sér að þeim annars, sko. Já, ekki neitt smá maður. Og Kári geti ángríns snúist og samt unnið. Já, það fyrir eftir hversu illa hann snýst. Og hvort hann þarf að fara í pittin eftir það. Ég meina, hann er ekkert að... Já, ég meina... Þú sér það ræðast tímannas áðan var sko... Það var 1.34, 2.37. Svo allt inni kemur hann með bara 600 millisekúndur sem hann fann bara einhvers staðar á þessu mappi einhvers staðar, ég veit ekki hvað en hann fann það bara einhvers staðar. Já. Og ég sagði bara, leið mér bara eldsnöggast en að hendi personal best. Eins og í rigninguna á Spað, þá ég hugsaði bara, það er ekki hægt að fara að ræða hann sem fór. Og bara hálf sekúnda, Sko Jónægir, hann heldur bara áfram að sækja og er hérna komin inn að við, já hann er 1,5 sekúndu frá Þorsteini, sko. Já, og hann er núna bara að stúta sínum eigin hraðasta hring. Hann er líka komin undir 1.34, sko. Sem er bara frábært, sko. Og það er alveg ekkert mikill munur á honum að Kára bensínaði sig. Það er bara hnífjafnið fyrst mér. Já. En málið er Kári, það er enginn fyrir fram að Kára, þannig að hann getur bara verið endalaust að æfa sig. Hann er ekkert að stressa sig að verja eða reyna að halda stöðunni sinni. Já, greitt. Þannig að hann alltaf oft þegar þú ert að keyra á bak við mann, þá ert að elta hans línur og oft er hann ekkert endilega maður fyrir fram að taka bestu línur því hann er að verja. Ég skal finna eitthvað action þetta fyrir okkur. Halli að Valdimar er greinilega komið fyrir fram á alla. Ég sé að GT Iceman með bestu dekkin, hann alltaf... Já, GT Iceman með bestu dekkin. Já, hann pittar á... Ég sé ekki alveg á hvaða hring hann pittaði. Já, svolítið langt síðan hann pittaði. Og Hannes er bara ennþá að sækja hart að hann, sko. Þetta er svona bilið er... Já, mjög. Það er svona að minnka og stækka bilið, sko. Núna er hann til dæmis undir hálfri sekundu komin beina gaflan og... Núna virðist hann hafa náð slipstreaminu. Það voru báðar að setja... En... Það voru báðar að setja svona einn besta tíma. Já. Nei. Þetta geti, hann geti Iceman ekki góði exit en hann spinnaði smá þarna. Spólaði smá. Já, en það er... Hannes geti nýtt sér þetta. Hannes bara núna, sko, rosalega nátt. Geti annarkvæmt elta hann alveg inn í beina eða... Það reynir að taka... Leita á hann. Nei, hann er ekki þarna. En hann heldur sig bara í stuðaranum. Hann gerir það og hann lætur hann alveg vita að hann er fyrir bakvið hann. Skulum við kíkja í heimsókn á stuðaranum Hannesar. Hann er ennþá í kjölsauðinu. Það var spurning hvort hann nái að halda því
alveg að beinakaflanum aftur. Ég er að horfa á Jónair að sækja þriðja sætið sitt. Það er svolítið í það, 1,5 sekúnda, en... Já, ég var myndið að tala um það. Hann er svolítið að sækja á Þorstein, sko. Já, svolítið mikið, sko. Það er rosa stutt í slippið, sko. Hann er líka sjálfur komið með undir 1.34. Það klikka aðeins þarna ein beygjan hjá honum Hannesi. Það náði ekki að halda sig í kjölsöginu alveg nóg þarna hjá honum. Fyrir langakaflan, já. Guffi svolítið... Guffi getur verið að missa Hallanuna fram á sér. 11. sæti. Ha, Guffi? Já, Halli er með þetta. Nei, Valdimar segi. Já, ég er bara, Já, þeir eru bara að skiptast sætið hérna 10-11, sko. Já. Hannes er komið inn alveg hérna, maður sjá. Nei, Kári hérna með 21 sekúndu í forskot á annað sæti. Ernest í 22. Og hann er að fara að hringa hann Sævar. Já, svoleiðis. Og Jóna er hægt og bítandi að minnka bilið á milli sín og Þorsteins. Hann hefur 6 hringi til þess að Pressa á hann. Til þess að ná sætinu, 3. sætinu. Og Þorsteinn hefur 6 hringi til þess að halda 3. sætinu. Já. En Jóna er með töluvert minna slitið dekk, sko. Já, hann alltaf samt mér fannst Þorsteinn hitta miklu seinna, sko. Þorsteinn er náttúrulega á Porschenum, sko. Hann er á Porschenum, já. En Jóna er á Toyotunni. Jóna er eiginlega bara komin aftan á hann og segja saman. Já, þetta var bara... Já, þetta var 1,5 sekúnda eftir beinakaflan og svo núna er hann bara komin undir sekúndu, sko. Þannig að það er spurning hvort við séum að fara að sjá... Exit speed skiptir svo rosalega miklu máli, sko. Porschen er með betri endaraða, sko. Já. En það sko... Þú ert ekkert komin í, þú veist, það eru beinir kaflar á þessari braut, sko, en það er alveg... eru ekki nógu beinir til þess að ná að stinga af, sko. Nei, og hérna... Og síðan er líka, sko... Það er komin í 300 sem að byrja að minnka bilið, sko. Já. Já, það er minn máli og þegar þú ert með Porschen sem er með betri endarhraða þá er slipstreamið í rauninni kannski ekki alveg dugaðir til þess að þú náir að taka fram úr Porschenum, sko. Nei, akkurat. Sko, hann er ennþá í slipur, sko, hann er alveg... Næra beginni. Já. Þetta er orðið race núna. Já, núna er hann kominn, sko... Let's go. Hann er byrjaður að blikka ljósinu, sko. Já. Láta hann vita, sko. Það segir hérna, heyrðu, vinur minn, ég ætla að taka fram á þér. Bara... Er þetta? Ánægður með þá. Let's go. Heyrðu, við kíkja... Stikka hann innri. Kíkjum þetta inn í bílinn. Hann er búinn að fara upp 10 sæti og það er spurning hvort hann nái að fara upp það 11. 11. Já, eftir líka, þetta var alveg brösuleg byrjun hjá honum, sko. Herri, talandi annað. Nei. Hannes var alltaf á bakvið... Sérðu? Þorsteinn alveg klikkaði hérna nær... Hérna lítur Jóna að ná honum, sko. Hvort hann nái að halda þar sem að hann er á... Já, þetta er komið hjá hann er komið upp í 3. sæti, úr því 14. Sko. Hann byrjaði seinastur þar sem hann náði ekki að taka þátt í tímatökunum. Hannes, þannig að ekki bara ná fram úr GTS-mann. Það er svoleiðis.
Það svolítið síðan sínist mér, það alveg 5 sekúndur þar á milli. Það Já, ekki damage samt á bílunum með Iceman. En Cassi er komin alveg aftan á hana. Kári er ennþá í 24 sekúndunum frá skotinu. Heyrðu. Þorsteinn er ennþá að sækja svolítið á hann. já, hann er ekkert sáttur með það að hafa mist 3. sætið sitt. Nei, hann hefur vaknað. Hann er nú sjálfur búinn að vinna sér helling upp, sko. Já, já. Tæpur maður. Þetta er sko ef Hann að, er ekki að ná sér að veiðu maður. ef að tímatökurnar eða æfingarnar, nei, Þetta er sama og Hannes lenti í nema Hannes mista hann. Já, Hannes fór alla leið og klesta vegginn, sko. Já. Þvílíkur akstur hjá honum Jón Ægir, hann er kominn úr 14. sæti upp í að 3. og það er núna 3 hringir eftir þegar hann er búinn með þennan kafla hérna. Mega flottur árangur hjá honum. Ég verð að segja. Ég er enda að horfa á Valdimar Matti að sækja hressel á Halla. Spurning hvort það verður 1 árekstur í viðbót í kvöld. Kári er sko, hann er 25 sekúndum á undan, sko. Herru, Valdimar fer fram úr. Tekur hérna 11. sætið. Komin í 10. Þetta var clean. En er hann að halda þig? Haha, góð spurning. Ég held ekki. Við erum komin að beina kaflan og hann er alveg glettilega nálægt hann Halli, sko. Jú, hann virðist nú alltaf ná að halda þessu. Já. Eða hvað? Já, Já. hann er með þetta. Hann náði betra exiti. Ég verð að segja þetta, þetta er búið að vera með spennandi reysum sem við höfum verið að rýsa. Já. Svona lengi. Ég man að var það ekki spa sem að þetta var algjör grautur, þetta var bara allt að ske endalaust í fyrstu hringinn og svo var þetta svona... Já, það er talað um spa í rigningu. Svona þokkala. Já. Sérri, sko, Jón Ægir er strax komið 3,5 sekúndu á Þorsteinn. Já, Þorsteinn hérna lendir í ykkur einlega hérna 2 hringi röð, þannig 2,136 hringi. Og það þýðir bara að Guffi er í rauninni kominn þokkalega nálægt honum. Já. Þannig ef að Þorsteinn fer ekki að... Guffi og Þorsteinn og svo er enda Cassi er ekkert svo langt frá Iceman. Það er 2 sekúndur, það er alveg eitthvað. Þeir eru komin með svolítið lítið bensínmagn eftir með það er alveg... Já, þetta eru 2 hringir eftir, það er 35 og 36 eftir. Já. En eitthvað hefur náttúrulega svo Halli að það hefur eitthvað skeið þarna fyrir hann þegar hann datt úr 3. alveg niður í 11. sko. Maður missir svo mikið svona... Hvað ég að segja? Skapið, ekki endilega skapið, maður missir svona áhugan að vilja halda áfram þegar þú droppar topp 3 niður í bara topp 3 síðustu sko. Já, bottom 3. Bottom 3. Já, bottom 4 allavega. Það er svona að þá heldur maður bara áfram að keyra, bara hleypa fólki fyrir eftir frá þannig að maður sé ekki að skilja fyrir öðrum sko. Það er bara stytta spilið hérna á milli Guffa og Þorsteinn sko. Þorsteinn? Erum við að fara að sjá Guffa taka fram úr hérna á seinasta hringnum eða? Núna verður pressan á hann sko. Já, Þorsteinn er ekki sáttur með að mista pódium sitt býst ég við sko. Nei, örugglega ekki. Það er aldrei sáttur þegar maður fyrir neðan sætið sko. Nei, Guffi er að gera frábæra hluti. Hann var mjög stutt frá sínum eigin besta tíma. Já, komið núna undir sekúnda í aðeins að kíkja hérna samt á hann. Nei,
Vá, þetta verður rosalega, sko. Það langt í... Svo Kári í 27 sekundum forskoti. Hérna sko... Haldi hann geti pitta núna og sagt það að klára á fullu tanki, sko. Ég ætla að reyna að fylgjast með og pitta oftast, hraðastring og verið fyrstur. Látt mig vita eitthvað gerist á Guffa, ég ætla að fylgjast með Kára að vera í gegnum endalínuna. Já. Hérna kemur hann að bara hálfri mínútu næstu á undan næsta í mark, sko. Vel gert, til hamingju Kári. Flott gæsla, hraðasti tími og fyrsti sæti. Guffi... Við tegum vítt maður. Hann má fá penalty, hann má eiga það, ekki samt ef hann ætlar fram úr. Nei, ég held að nái kannski ekki úr þessu að taka sætið, en... Hér höfum við Skúla komið í gegnum markið í öðru sæti og þar eftir Jón Ægir, þvílíkur akstur hjá þessu manni í þessari keppni. Og svo kemur Þorsteinn, fjórða sæti Guffi strax eftir honum í 5. Og Hlynur í 7. sæti. Herru. Hlynur getur tekið 7. Hann með sekundi penalty. Já, hann er bara... Og Hannes alveg bakar hann. Nei, hann lækkaði hann þetta. Hann sló af örlítið, þannig að hann fór undir sekundu og þá fenguðu báðir pluss sekundu fyrir endan. Þannig að Hlynur heldur 7. sæti, Hannes 7. Jón Valdimars 8. Kjassi 9. Valdimar að koma henni í gegnum markið í 10. sæti. Sævar Helgi er búinn með reysið, Halli kemur henni í 11. sæti. Svo Skeiri síðastur og henni tveir. Skeiri er seinastur að klára, hann er samt ekki í seinasta sæti. Já, hann er í 12. sæti. Já, Sævar Helgi og Guðmundur Orri hafa farið í gegnum markið eftir að Kári fór í gegnum markið. Já, það er hingaðir. En ég er rosalega ánægður að það lífaði enginn reysið. Ég er rosalega ánægður með það. Já, bara... Sjá þetta, pole position, fastest lap og clean races. Þetta er bara... Sigur gæti ekki verið betri hjá honum Kára, sko. Já, segðu. Og móralíski sigurvegarinn er hann Jón Ægir fyrir að hafa náð að vinna sig upp í 3. sæti úr því seinasta. Það er alveg ótrúlegur árangur. Já, ég er alveg sammálað því, sko. Ég er alveg sammálaður þar, sko. Og megum samt ekki gleyma... Hann með 4. sætið sitt. Megum samt ekki gleyma að Kári, sko, þó að hann hafi ekki komið mikið við sögu í þessu strími að þá var hann alveg vel, sko, hann var sennilega besti ökumaðurinn hérna, sko. Ég held að alveg örglega, með við hvað hann nær svakalegu forskoti á næsta mann, sko. En þá óskaði ég bara þeim til hamingju hérna að hafa náð svona góðu. Það er hérna Kári, Skúli og Jón Ægir á pódium. Og minni áhorfendur á ef að þið hérna hafið ekki fylgst með á GTS Iceland áður að endilega kíkja inn á síðuna hjá okkur gtsiceland.com og einnig inn á Facebook spjallhópinn hjá okkur. Það er GTS Iceland umræðuhópur. Þar finnið þið allar upplýsingar ef þið viljið taka þátt. Það er alltaf hægt að taka þátt með okkur í tier 3 keppninum, svo lengi sem að það sé enda á pláss. En svona er bara það. Þá þakka ég bara kærlega fyrir áhorfið og Biggi, takk fyrir að koma með mér í þetta. Já, takk sömuleiðis. Og við sjáumst það bara eftir 2 vikur á næsta braut, það er Dragon Trail. Dragon Trail, já, let's go. Herru, við segjum það bara, gott kvöld. Sjáumst. Bye bye. Bye.